Rósa? Nei. Ég er komin heim, vinnudagur er búinn. Baltasar í þessu skapi. Já, takk. Gefum honum eitthvað að borða. Já, ég er komin heim, vinnudagur er búinn. Við erum búin að ná í Ronju frá dýraspítalanum. Þetta gekk betur en við áttum von á. Ég er reyndar búinn að taka upp þetta sem ég er að fara að segja ykkur, en kortið neitaði að seifa það sem ég var búinn að segja við ykkur. Þannig ég er búinn að gefast á því korti. Ég kom með nýtt kort núna í myndavélina og tjekkum á eitthvað það lifi lengi. En allavega, Ronja fór til dýraspítalans í Garðabænum í morgun. Þar fór hún í röntgenmyndatöku og það var tekið mynd af löppunum og hryggnum og voru teknar einhverjar þrjár myndir af henni og kom í ljós að mjaðmakúlurnar hennar sem halda löppunum, fótunum, allavega, þær eru ekki eins góðar og við myndum vilja kalla gott. Sem betur fer, eins og læknirinn sagði, er að hún er frekar mössuð og það eru basically vöðvarnir sem eru að halda þessu öllu á réttum stað. Hún fór í taugatjekk líka, að hvort að taugaboðin og allt það sé í lagi og líka skoða hvort að væri allt í lagi með hausinn líka, hvort að hausinn sé að senda rétt boð. Það kemur allt ágætlega vel út. Henni grunar að út á hún datt úr rúmi að höggið hafi sært aðeins vöðvann og það sé kannski ástæðan fyrir að hún er miklu viðkvæmari núna en hún hefur verið. Það er reyndar með franska búlla að þeir eru viðkvæmir. Þeir fatt ekki alveg hvar stopptakinn er, þannig að fólk, þið sem eigi búlla, þið þurfið aðeins að fylgjast með þeim og stoppa þau kannski ef þau eru í svolítið æsing. Núna og svo var tekið mynd af hryggjasúlunni og kemur í ljós að í bakinu, í miðjunni í hryggnum, að hryggjarliðirnir eru ekki eins og hinir liðirnir. Þetta er að hoppa. Það er að hoppa, Baltasar. Snúðu til mín. Það er að við gerum þetta svona. Vá! Já, og þá kemur í ljós að þetta eru einhverjir 3-4 liðir sem eru svona kubbóttir, kössóttir. Þannig ekki að fara og vekja Benni minn. Nei. Benni minn er sofandi. Hryggirnir sjálfur eru kössóttir við mjóbakki á okkur, held ég. Og það er ástæðan fyrir að rassinn er ofarlega og hausinn er ofarlega og svo kemur svo smá bunga á baki á henni. Læknirinn vill halda því fram að þetta sé ekki eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur alveg strax. Talaði hún og hún sagði að þetta væri mjög gott miðað við hvernig þetta lítur út. Þannig að ég treysti bara dýralækninum og geri það. Núna er hún bara á verkjatöflum og bólgueyðandi og hún verður á því núna næstu daga. Annars lítur bara allt þokkalega vel út. Hún talaði að Ronja væri ótrúlega flott og vel stætt, mössuð. Hún var með flottan líkama og augun eru frábær, öndunarfærin eru bara, nefið út á hún rítur. Hún tjekkaði á því líka og þau eru bara rosa góð og eins og þegar hún var svæfð þá þurfti hún ekki svona rör til að hjálpa henni að anda. Það er víst greið leið fyrir súrefni, það er bara hrikalega gott, það er frábært að heyra það. Þannig að þetta voru rosa góða fréttir og ég er bara ótrúlega ánægður og vonum bara svo sannarlega að Ronja
muni ná að hvílast og jafna sig og fá að hlaupa eitthvað í sumar og leika sér. Út að ég veit að þessi hérna litli, Baltasar, hann á eftir að vilja leika og hlaupa eftir Ronju í sumar. What? Það er eitthvað draugur í sjónvarpinu. Já, býtu. Þetta er ekki snertiskjár, Baltasar. Býtu. Hvað er að gerast? Nei, láttu vera. Ó. Skrítið. Ja, náðu að laga þetta. Já, hvað var ég að tala um? Nú datt ég aðeins út, maður. En í dag er búið hrikalega fallegt veður úti. Þokkalega heitt, það mætti vera aðeins heitara að mínu mati. En virkilega fallegt veður eins og ég sáu á timelapsinu sem var í byrjun. Og það er bara, þú veist, lífið er æðislegt. Bara manst það alveg sama í hvaða stöðu þú ert í lífinu, hvort þið líður illa eða líður vel, eða það er eitthvað eða eitthvað sem er að pjaga þig, segir maður það, ángra þig. Þú veist, við höfum alltaf að njóta lífsins, lífið mun alltaf snúast í betri átt. Þannig er bara lífið. Og ég vil svo sannarlega að þú fáir að vita út af því að ég er búinn að upplifa það þannig. Og þú veist, ég hef átt heilt ár sem ég svona man ekki eftir sjálfum mér leið bara óraunverulega, mér langaði ekki að lifa. Og þú veist, þið getið séð það, ég tala um það akkurat í einu vídeobloggi sem er inn á YouTube og mér minnir það að heiti Hver er ég? Og já, mér minnir það. Þú getur endilega að fundið það. Það er frekar langt, en ef þú vilt fá að kynnast mér, svona vita söguna, þá mæli ég með því að tjekka því. En allavega, núna helgina mun ég, ef það verður svona veður eins og er núna, akkurat, þetta er alveg bara geggja fallegt veður. Ef það verður svona veður helgina, þá mun ég poppa upp sundlauginni og leyfa okkur að sjá hvernig þetta lítur út og hversu auðvelt er að henda þessar sundlaugu upp og allt það. Ég vona svo sannarlega að það sé auðvelt, en fyrir þennan pening, þetta er sundlaugu sem þú færði í Costco, kostaði þegar ég keypti hana 5.990 eða 6.000 kall. Og með við pakningu þá á að fylgja einhver hreinsibúnaður og eitthvað svona drasl með. Og ég er mjög spenntur að fá að prófa að henda henni upp og eitthvað. En mér langar að gera það, þegar það er gott veður, þá getur Baltasar að vera að fíflast með mér og ég getur verið að sulla í vatninu og eitthvað á meðan. Ég ætla að hætta að babla núna, ég ætla aðeins að sinna stráknum og kannski reyna að finna eitthvað að borða fyrir okkur. En Anita er að vinna, hún kemur einhvern tímann á eftir. Afsakið hvað ég er búinn að babla mikið, en gerum eitthvað skemmtilegt núna. Jæja, klukkan er 1:10. Ég var að lenda heima, ég er stopp. Ég og Þorgils, félagi minn, vinur minn, við fórum í bíó, skelltum okkur á nýju myndina Jack Sparrow, ég veit ekkert, þetta er hérna sjóræningja-myndin hérna sem er í bíó núna. Hún er virkilega góð, ótrúlega gaman, ég er dauðþreyttur þannig ég ætla að enda þetta núna. Bara takk æðislega fyrir áhorfið, Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye.